Sýningin önnur nálgun, Oddgeir Karlsson ljósmyndari og Sossa Björnsdóttir myndlistarkona. Þið eru saman með þessa sýningu. Segið mér aðeins svona frá hvernig ykkar samstarf kom til með þessa sýningu. Sko, samstarfið hjá okkur búið að vera ábygglega í einhver 20-25 ár. En á síðasta ári þá kemur Sossa í heimsókn til mín og þá ég að skoða myndir sem ég hafði tekið og var búinn að prenta þær svona aðeins út og bara nákvæmlega með hvað ég vildi upp á vegg hjá sjálfum mér. Og í þessu viðtali okkar þá kemur í ljós að við höfum útskrifast bæði 30 árum fyrr frá listaskóla í Ameríku. Og Sossa ákveði þá að við skildum halda samsýningu. Það bara, hún sagði að það kemur ekkert annað til greina en að við höldum sama sýningu. Þannig að þetta sú sýning. Við hún nær í svona, hvað maður segja, inspiration úr litum og formi, túlkar á síðan á sinn hátt og þetta útkoman, held ég. Þetta eru litir frá Reykjanesi. Við Reykjanes vita eða við Gunnu hver eða ekki? Einmitt, ég nefnilega sá það sko, því ég sá þessa myndir hans Oddgeirs, að þá sá ég get alveg inni með þetta. Þetta alveg litinni mín, ég búin að vera með gula litin og bláa litin og rauða í mörg skipti sem ég hef verið með sýningu, en aldrei einhvern veginn á þennan átt. Og tilur þess að mynda hjá mér, hugsun á bakvið myndirnar, það sko alltaf ein fígúra neðst í horninu, ég nefnilega á einn vin sem tekur rosalega mikið af sjálfum í landslagi og hann alltaf einn í myndinni, þetta karlmaður sko, einn í myndinni og svo umfjöllunarefni á bakviðan, þannig að þetta sjálfur á Reykjanesi og myndirnar heita það allar. En þessar myndir voru reyndar málaðar sko áður fyrir þessa sýningu, en ég var samt komin með myndirnar hans Oddgeirs og það héngu upp á vinnustofunni minni og ég var svona að gjóa augunum á þetta annars staðar þegar ég var að vinna og þá læddust litirnir inn í þessar myndir hérna. Þannig að útkoman ég rosalega ánægð með þetta, mér finnst það passa rosalega vel saman og þetta eins og bara, þetta eins og við hefum bara staðið hlið við hlið og gert þetta. Þannig vinnum við svona great minds think alike, ekki þannig? En þarna vinnuðinn og sem sagt að í rauninni að taka sjálfur við Gunnu hver sko. Við Gunnu hver. Þetta sem sagt bakgrunninn, en hann alltaf hérna í horninu. Hann veit ekki það, ég ekki búin að tileinka sýningunni honum sko, en ég læt hann vita að þessu tækifæri þegar ég hitt hann sko. En Oddgeir, talandi ljósmyndina þína hérna, þetta algjörlega magnaði litir í þessu og segðu okkur aðeins svona frá hvernig þú gerir þetta og hvernig þú upplifir þetta. Sko, maður farið á þetta svæði alveg hverju einast ári í sennilega 20 ár og hefur farið að horfa öðruvísi á landslagi heldur en oft áður. Við erum með þessi önnur nálgun okkar, þetta skírskotum til þess að við nálgumst viðfangsefnið öðruvísi, sikkum áttinni. En svo myndirnar mína meira og minna í staðinn fyrir að horfa á landslagi í heild sinni, að afmarka hlut í landslæginu til þess að mynda. Og það eiginlega sýningin af mér. Það svona að reyna að sjá eitthvað annað heldur en maður séð venjulega. Þessi liti sem við sjáum hérna, þú varst búin að segja okkur að þetta væri ekki nýleg mynd, en hvernig staðan þessi þarna núna? Sko, ég gerði mig leið fyrir 2 vikum þarna út undir því að ég taldi mig þurfa að vera með einhverja glænýja myndið á þessu sýningu. En þegar ég kom að svæði þá var þetta bara allt farið. Það bara komnir í gígar, hvítur kísill yfir þetta svæði. Þannig að nú bara mórauður litur í öllu. Þannig að ég sneri bara snarlega við og tel mig bara heppinn að hafa verið búin að ná þessu áður en þetta breytist svona þetta landslag. Þannig gerur eitthvað grein fyrir hvernig þessi litir myndast þarna? Ég hef ekki hugmynd. Enda pæli ég ekkert í því. Ég bara gríp þetta þegar ég horfi yfir þá sé ég bara eitthvað sem að
mér líst vel á og sumt af suma myndir sem ég hef tekið, það eru lenda bara í ruslakistunni sko. Og við sem að kannski myndum mikið og hérna erum að nota drónana, ég spyrði að því, þú veist, var þetta drónatímanum eða er þetta fyrir hann? Þetta er fyrir drónatíman. Þetta er bara hefðbundin labba og horfa á landslægið aðeins öðru heldur en venjulega. Fyrir sig. Þú hefur myndað mikið á Reykjanesi, Skaganum og gefið út bækur meðal annars. Er eitthvað staður á svæðinu sem að það er meira uppáldi hjá þér heldur en eitthvað annað? Þessi var í miklu uppáldi hjá mér og alveg sárgrætilegt að þetta sé horfið. En þetta er vonandi til einhvers staðar annar staðar. Þannig að það er ekkert ólíklegt að það sem eru hverasvæði að þetta finnist þar. Það er bara að skoða. Sossa, þetta voru eins og segir litinni þínir, þannig að við sjáum alveg sterka samsvörun hérna. Það er náttúrulega bara eins og málverk. Þú veist, þetta hér, það er bara eins og ykkur hafi komið með pensil og mála þetta. Þannig að það er auðvelt að stela þessu, rosalega auðvelt, en svo náttúrulega verður maður líka að vera trúr sjálfur sér, sko. Þannig að en þetta er klárlega mjög spennandi verkefni og spennandi inspirasjón, þannig að ég haldi nú áfram með að nýta mér þetta, nýta mér Oddgeir. Ertu vön að vinna mikið eftir, eða hvar nærðu í þín mótíf? Tekurðu ljósmyndir eða ferðu bara með verkfærin þín út í náttúruna og setur upp fótinn og byrjar að mála? Nei, ég hef sko gert það, en það einhvern veginn henta mér ekki. Ég er rosalega upptekin af fólki eins og þú sérð og það verður að vera fígúra í myndinu minni. Og það er saga baku alla sko eins og þessi með vinn minn. En ég er líka rosalega upptekin af náttúrunum. Mér finnst bara, hún er svo falleg. Þú getur ekki málað hana. Þú nærði henni tæplega með myndavél, en þú ert nærði heldur en skaparinn skapa þetta sko. Þannig að við erum að reyna og ég er rosalega ánægð með, eins og ég segi, með þessa samvinnu og Já. En ertu að nota myndavélina eða símaðinn út í náttúrunni og smellir og kemur svo heim og vinnur? Já, ég gerir það svolítið. Þannig að og ég á mér eina mynd niður í kirkju þar sem að ég er búin að láta Maríu Mey bara í básinn, þið hafið kannski séð hana, hangið niður í kirkju, þannig að ég hef gert það einhvern veginn svoleiðis sko. Þannig að ég er eins upptekin af, og Reykjanesið er bara falin perla í alvörunni. Það er bara, og fyrst er ég náttúrulega alin hérna upp, svo flytti ég í burtu í ykkur 30 ár. Og í þessi, þegar ég var alast hérna upp, þá var þetta bara ljótasta svæðið á landinu. En svo þegar ég er orðin þroskuð og kem tilbaka, þá sér maður hvað, þetta er bara í bakarinn hjá manni. Þetta er þvílík fegurð. Þannig að við bara erum rosalega heppin og vonandi bara verður ekki allt undir raun. En eins og Oddgeir segir að það skapast nýju möguleikar, ég meina landið er ennþá í mótun og það gerist eitthvað svona væntanlega. Þannig að við bara vonum. Þannig að Oddgeir, við getum kannski ekki boðið Sossu myndir núna af svörtu Grindavíkurhrauni, því að hún er ekkert mikið fyrir þetta svarta. Nei, það er spurning. Nema og kannski lögum eldglæringum inn í það. Já, það möguleg ekki. Já, en hún finnur alltaf út úr því. Það er engar ágjörð því að hún finnir ekki út úr að gera eitthvað við þetta svarta sko. Það lítur að koma eitthvað andlitar líka. Það kom nefnilega upp hugmynd sko að hann myndi taka myndir vetur að því ég er svo upptekin af hvítaletni sko. Þannig að það getur verið næsta verkefni. Svart og hvít, það getur verið næsta verkefni sko. Hver veit? Já, hver veit?